ég var alltaf með eitthvað svaka rútínu þegar ég var yngri. Svo núna þá bara svona fer ég bara svolítið eftir því hvað einmitt er á dagskrá þennan dag. Þegar ég er að vinna og klára ég bara vinnustundu þegar ég er að vinna til 4 og mæti svo bara beint í leik. Er uppalinn í KR og byrjaði bara þar að æfa 5 ára og var ekki til flokkur þannig að ég var bara með hana einhverjum eldri stelpum. En það var bara eins og það var, maður var á mölinni hana sem að gervigrasið núna. Ég er náttúrulega Arsenal kona sko, þannig að ég var eiginlega aðalega með fyrirmyndir mínar þaðan sko, Thierry Henry og Fabregas og þeir. Ég átti ekkert svakalega mikla fyrirmyndir kvenna megin, það var svona aðeins seinna fannst mér. Það eru náttúrulega kempur úr KR, Olga og svo náttúrulega Edda Garðar sem er að þjálfa mig í dag, þannig að ég verði eiginlega smá að segja hana sko. Ég er farin að hugsa meira út í bara að hugsa betur mig, þannig að ég geti performað betur. Þannig að þú veist, allt sem ég geri bara utan fótboltans hef ég farið að pæla meira í og það er aðalega það að ég hugsi gera þetta betur heldur en í fyrra heldur en að vera eitthvað ég ætla að skora 10 mörk í ár af því ég skoraði 6 í fyrra eða eitthvað svoleiðis. Maður hefur alveg verið að hugsa hvenær maður ætti að fara að hætta. Ég hugsaði mikið það í fyrra, bara aðalega út af mér var svo illt í líkamanum sko. En núna í ár þá líður mér miklu betur og ég held sér líka hjálpa það að við erum með breiðan hóp og hann er að dreifa spiltímanum. Svo bara svona alltaf meðvituð það að hugsa vel sjálfa mig, borða vel, ég þarf að hugsa það, annars verð ég bara alveg orkulaus sko. Svo hef ég verið að fá díla í Unbroken og ég bara finn mikinn mun á mér á því að taka það bara alveg daglega og búin að gera það núna bara í 10 mánuði cirka. Þannig að það hjálpa mér alveg frá því fyrra þá er ég ekki að gera það til dæmis. Og ég finn mun á mér líkamlega síðan núna, er ekki að finna þessa verki sem ég var með þá. Ég er engin 90 mínútna manneskja í 3-4 leiki í röð, ég er bara komin þangað. Þannig að ég sé alveg fyrir mér að taka 1-2 ár í viðbót. Og meðan þetta er ennþá svona gaman og mann líður vel, þá á maður bara að halda þessu áfram sko. Auðvitað koma dagar þar sem maður er alveg bara búinn og eins og þegar maður var í einhverjum hlaupum í vetur í snjókomu, þá er maður bara af hverju er ég að þessu sko. Með 3 börn heima og í vinnu sem ég er í og bara, þetta er alveg, þetta er púsl. Ég var að vinna á spítalanum þar sem ég var í vaktavinnu, næturvöktum og kvöldvöktum og helgarvöktum. Þannig ég breytti vinnu bara núna í janúar þess ári og er að vinna í Orkuhúsinu á skurðstofunum þar. Og ég finn að það er rosalega mikill munur að geta unnið bara 8-4 og fara svo á æfingu og verið í frí helgar og ég finn að það hjálpa mér. Ég er að vinna 70% vinnu á skurðstofunum og það sem ég er að gera er bara aðalega speglunaraðgerðir á hnjám og öxlum og ökklum og alls konar og svo erum við að gera krossbönd. Þessi vinna er ógeðslega skemmtileg og ég er að vinna með svo skemmtilegu fólki og þessi vinna er líka svo mikið tengd því sem ég er að gera í fótboltanum. Við erum að fá fullt af íþróttafólki sem ég þekki. Við erum með börnin, ég á 1 strák og hann á 2. Við erum með þau aðra hvora viku og við bara náum að púsla svo vel. Hann er mjög mikið heimavinnandi húsfæðir og ég fæ að sinna minni vinnu. Gangi ykkur vel, strákar! Já, samleiðis. Takk! Nú ætlum við að fara frá te og kaffi yfir á Safran. Damir kemur líka með okkur þangað en við erum á sitthvorum bílnum eins og eiginlega alltaf því að bílarnir eru fullir af gólfsettum. Það sem stendur svona upp úr er náttúrulega þegar ég fór á EM 2017 með landsliðinu. Þóttu hefðum ekki farið upp úr riðlinum, þá var þetta bara svona svo svakaleg upplifun, bara að vera þarna og vera partur af þessu. Svo heima, kannski svona titillinn 2012 með Þórkava. Hann er alltaf svona mjög sérstakur og líka titillinn með Stjörnunni 2016. Versta móment af ferlinum, það er klárlega þessi 6 bikarúrslitaleikir og vinna ekki einn af þeim. Það er bara, gerist ekki verra þegar þú ert komin alla þessa leið í bikarnum og
sérstaklega eins og núna í ár þegar við fórum alveg frekar erfiða leið. Við erum að mæta þarna Stjörnunni og Þór Káa og báðir leikirnir fara í framlengingu og og svo vera komin hérna á Laugardalsvöll og glata þessu það er ekkert súrara sko. Besti samherji sem að ég hef spilað með á mínu ferli, ég myndi klárlega segja Jasmín þegar við vorum saman í Stjörnunni. Það er bara eins og við höfum verið sami fótboltaheilinn hann að spila saman. Mér finnst hún bara, hún er geggjuð og synd að við höfum bara náð eiginlega einu tímabili saman. Mér finnst líka alltaf gott að spila með Öddu þegar við vorum saman í Stjörnunni. Og svo auðvitað Örnu Sif þegar ég var í Þór Káa. Sandra María auðvitað líka þegar hún er að koma hana, ég fer 2012 í Þór Káa. Þá er hún svona að koma í meistaraflokkinn og bara geggjuð. Elska mín. Já. Ég bara er á leiðinni sko. Það er lokað? Nei. Já. Lokað? Af hverju lokað? Ég veit það ekki. Það er aldrei lokað. Já, það opnar 11:30, ok. Já, einmitt. Það er ok. Við erum að koma. Það er. Já, ok bara. Og eftir að hafa tapað bikarninn þá er bara komin svona ekstra blóð á tennurnar hjá okkur að taka þann stóra. Svona fram kjúli á þig. Heyrðu, við kynnumst mars 22. Þetta var eiginlega bara svona að byrjum að spjalla eitthvað á Instagram eitthvað og svo fer ég eitthvað að skemmta mér með Stjörnustelpunum, vinkonum mínum. Og þá hittist við niður í bæ, fórum heim og ég Hvað er það? Fórum heim? Og hvað svo? og ég í rauninni var svolítið að segja honum að þetta yrði ekkert að neinu sko. Svo bara sendi hann á mig daginn eftir og sagði hvenær fæ ég þann heiður að hitta þig aftur. Ég sendi aldrei. Þannig að svo bara héldum við áfram að spjalla eitthvað og hittumst þarna stuttu eftir þetta og mér varst ég bara búin að hitta minn sálufélaga. Það segja margir að við séum mjög lík. Ég hef búin að spyrja hana svona 7 sinnum hvort þú vildi vera kærastinn mín sko og ég fekk alltaf nei. Það fyrst í 8 skipti. Já. Svo sagði ég já. Við erum náttúrulega stór fjölskylda þegar við erum með krakkana. Þau koma náttúrulega til okkar aðra hvora viku. Þannig að hina vikuna erum við bara 2. Pabbi minn sagði daginn að þetta væri eins og að vera bipolar. Það er bara aðra vikuna ertu þetta og svo næstu viku ertu eitthvað allt annað. Mér finnst það mér mjög duglegur að sinna krökkunum og það gerir mér líka kleift að vinna vinnina mína. Núna eftir hádegismat þá keyrum við bara beint niður á völl og mætum í leik á móti Víking. Það finnur alltaf bara með hverju ári sem líður að maður minnkar alltaf þetta stress. Það er bara, ég man alveg þegar maður var yngri, maður var alltaf eitthvað kannski smá að mikla fyrir sér einhverja leiki eða ef maður var að spila á móti þessum eða hinum og núna þá bara ég er alltaf bara frekar róleg sko. Svo bara þegar ég mæti inn í klefa og fer að hita upp og þá það kemur alltaf svona smá skilur að þetta er svo gaman ennþá, já, er bara búin að spila vel í sumar, er í 4. sæti með jafnmörg stig á Þór Káa og ég meina við töpuðum á móti þeim í júní. Það var nú svolítið mikið sem gerðist í þeim leik, ekki bara við töpuðum, heldur mistum við 2 leikmenn í meiðsli. Við vitum alveg hvernig liðið þetta er og með góðan þjálfara og með okkar fyrrverandi aðstoðarþjálfara líka. Það skiptir náttúrulega bara öllu máli að við náðum í góð úrslit í dag, bara upp á framhaldið að gera og þessa toppbaráttu. Það eru allir leikir erfiðir en ef við höldum áfram að spila eins og við erum búin að gera í síðustu 2 leikjum, fyrir utan þá bikarúrslitaleikin, það var Þróttarleikurinn daginn og svo Þór Káa undan því, þá bara ég var að taka hennar leik og
Það er bara mjög mikilvægt að við gerum það. Já, við erum alltaf svona. Allir dagar. Nú ætlum ég að fara í fókus. Ég sé ykkur bara fyrir.